Hvernig veistu stúdíóið mitt? Glæsilegt. Ég vissi ekki af þessu herbergi, ég vissi ekki að væri til. Já, þetta er Vaffa S var að leiga þetta og síðan Gegga. fór Vaffa S og þá kom improv í staðinn Já. og síðan fór improv, þannig að núna er þetta ég og Aron Martin, þekkir hann. Nei, held ekki. Hann er sviðsöfundur, var með Kannski ekki. Dolla og Birni í bekk. Ok, já. Góður drengur. Trúi því. Mikið í leikmynd og svoleiðis. Góður. Ég tengi bara við svo ógeðslega mikið við þetta hana. Logline, short synopsis, Já. synopsis 40 3 fullskrifaði senur. Þú ert ógeðslega Skil ekki öflugur í það. þessu, í sjóðunum og Já, ég er mikið í þessu, sko. Já, þú Og hef líka verið bara svona frá því ég var aldrei ungur í þessu bulli, sko. Já, Og er já. náttúrulega aldrei tekist neitt. Jú, kannski núna síðustu 2-3 ár. Já. En skilur ég hef búin að vera að gera þetta í alveg 8 ár og vissi náttúrulega ekki Einmitt. hvað ég var að gera. Ég var í menntaskóla. En það bara svona hjálpaði mér að rekast á alla veggina. Já, absolutt, sko. Það er svo gaman að skrifa, sko. En einmitt, síðan er þetta svo ógeðslega mikið bögg. Sóttir listamannalaun, eða? Nei, ég gerði það ekki. Ég er ekki öflugur þar. Það er svona kannski sóknarfæri, sko. Ég er nefnilega, ég nenni ekki að segja listamannalaun lengur. Nei, já. Tjóks. Það er svo lítill peningur sem maður fær Já, fyrir, einmitt. í listamannalaun og einhvern veginn, þú veist, það er svo geldandi fyrirkomulag, finnst mér, þú veist, Já. í skapandi hugsun, þú veist. Já, Ég einmitt. er einhvern veginn meira bara komin á það blað bara kíló hlutina eins og Já, einmitt. Og bara vonast til þess að borgi sig einhvern veginn. Nákvæmlega. Já, hæ, velkomin í podcastið mitt, ég heiti Stefán, podcastið heitir ekkert að þakka, þetta er Arnór. Hæ, Arnór heiti ég. Í podcastinu þá fyrir við ítarlega yfir vikugestarins og síðan spyr hann mig, síðan leysi ég eitt vandamál fyrir hann og síðan má hann spyrja mig hverju sem hann vill, en ber engin skylda til þess. Arnór, hvað gerðir þú síðast á 50 fyrir einni viku? Vá, ok. Ég fór síðast þetta mánuða kalendar. Já. Gegga. Ég fór út að ég er sko til að, nú er það að borga sig að vera kalendarmaður því ég skrái mjög ítarlega í kalendar. Mjög gott. Hófi ég bjó til sameiginlegt dagatal fyrir heimilið. Hófi, og síðan hætti ég að nota það. Hófi notar það mjög mikið. Já. Og þetta er ákveðin svona spenna á samband. Ég set bara það inn sem við erum sammálum að við séum að fara að gera. Já. Þannig smá ákveðin spenna á samband af því að þetta er mitt frumkvæð og síðan er hún að sinna það sem ekki ég. Já, einmitt, ég trúi því. Já. En fer þá núna inn, er það núna hjá Hófi fullt að bara hérna jógatími, hérna námskeið Já. og eitthvað og síðan, þú veist, bara svona eitt og eitt frá þér, Eitt og bara eitt. árshátíð eitthvað. Já, ég set inn öll sko uppistand og veislustjórnar gegin mín Ok. síðan er ég alltaf í einhverju svona alls konar öðrum störfum sem ég set aldrei inn og Ok, en ertu þá bara að muna það sjálfur? já, það er svo reglulegt Já. eða skilur, ef ég er einhvers staðar, ef ég er að kenna þú veist, þá er það bara 3 kvöld í viku ég veit Já. það bara, Já, einmitt, það er þetta. en Hófi veit það ekki Nei, skilja, hvað er það að kenna? ég er núna að kenna útlendingum íslensku Já, ok, vá, það geggja. er mjög fínt sko Hjá hérna Ími, eða nei, hjá Tinkan Factory Tinkan Factory. það er upp í Skeifu, ég held að ég fari með rétt mála að þetta sé elsti svona skólinn Ok. eða þú veist, allavega sem að var stofnaður bara í þessu skyni Já, skilja, vá, það er geggja. já, þetta er skemmtilegt sko, skemmtilegt gegg Tinkan, bara bókstaflega Tin Can Factory. já, þetta hét Tinkan eða dósaverksmiðan Já, þetta var brandað fyrst dósaverksmiðan held sig og síðan rýbranduð yfir í Tinkan þetta var í einhverju dósaverksmiðjuhúsi skilja, gömlu. já, einmitt. Herri, síðastu 50 dagur Síðustu vindaður. Herru, já. Ok, þetta er flott. Ég byrjaði daginn eflaust á því eins og ég er búin að byrja flesta daga í janúar sem er að sofa óvart alveg svona í alvörunni 45 mínútum lengur en ég ætlaði að gera. hvenær ertu að vakna svona vanalega? Vekjaraklukkan mín er vanalega klukkan 8 ok, en ég er vanalega svona oftast er ég að vakna 8 en er svona að mæti eitthvað 9 skilur við ég ætla að vakna 8 fá með morgumat og eitthvað svoleiðis næs já, en ég enda eiginlega alltaf með því bara eins og þegar ég var unglingur sko, að rjúka út dyrnar klukkan 10 mínútur í já, skilurðu. já, já.
ég mætti til dæmis hingað 10 mínútum yfir Já, en það það var var allt í reyndar, lagi. það var ég að skuttla Kolbrúnu unnustu minni unnustuðinu. hérna selda kæristi maður er að nýta á meðan maður getur sagt unnusta Já. það er svo stutt sko hérna Já, er tímabil. brúðkaupsdagur kominn eða? Já, við hérna ekki dagur en við vitum að það verður hérna sumarið 2026 Já, Einhvern þá stutt ég það maður. save the árstíð bara allan tíman Bókaði ekki neitt. já, bókaði ekkert en við ætlum einmitt á samkvæmt kaldir, ætlum við að kíkja á helgina á hvenar við, þú veist, á sali og svoleiðis Já. og hérna reyna bara að bóka það sem allra fyrst sko. Vá, spennandi maður. Nefnilega. Já, ég er ógeðslega spenntur Og hvert varst að skutla henni núna í morgun? Í morgun var ég að skutla henni hérna upp í RÚV, hún er að vinna þar í krakkarúf, aldrei mikið í krakkafréttum og svoleiðis krakkarúf, Já, einmitt. Og síðan kom ég bara beint hingað og við búum hans í nálægt sko, en það var ekki stór dítor sko. En síðasta fimmtudag þá sem sagt gerðist það eins og í morgun að þá hérna ætlaði ég að vakna snemma en nei, síðasta fimmtudag fyrir gefið mér strákar síðasta fimmtudag var, sko alla fimmtudaga er ég er í sundhópi sem hittist alla fimmtudaga Vá, sem heitir Fleitikellingarnar og er mjög fallegur hópur þar eru með menn á borðið, þú veist Óli Gunnar Vilberg, Andri Mikael Kóper, Mímir Ógvið, núna þarf ég að segja alla Jakob, Viktor, Einar Höskuldur, hérna, það er allavega fallegur vinahópur hérna, við hittumst alla fimmtudaga í sundi það gerði síðasta fimmtudag að við hittum sko 8, þetta var einu sinni þannig að við hittumst alveg svona alveg skölvuðum tíma klukkan 7 en það gerði það verkum að maður, ef maður tók það á sig að bara drullast til þess að vakna þá lengdist dagurundaldið og maður komst í að gera hvað sem maður var að gera í byrjundags en þarna var það sko klukkan 8 í síðustu viku og ég var að mæta hvort ég var að mæta í söng eða hvort ég var að vera að skuttla Kolbrúnu aftur bara upp í RÚV eitthvað svoleiðis klukkan 9 þá náði ég bara pottinum í svona 20 mínútur sko að hún að fara Gerið einhverja svona mullersæfingar eða er þetta bara potturinn og... Þetta er bara potturinn sko, þetta er bara potturinn og næs Sástu, ég sá á Skjaldborg, ég held að hann hafi örugglega verið annarkvort á RÚV eða Stöð 2 síðan þá heimildamyndina sund þar sem það er fyllt einhverjum svona hópum Nei, sá hann ekki en ég sé hana held ég í Æsland hérna skjánum Já. Mjög skemmtileg, það er einmitt svona hópar eins og þessi sem að hafa bara verið að hittast í 40 ári eða eitthvað Geðveik pæling, við vorum einmitt fyrir svona mánuð eða eitthvað þá vorum við hérna í sundi, vorum hana 6 saman eða hvað sem stundum er aldrei dræmæting í dag held ég að það sé bara 3 eða eitthvað en hérna og síðan er svona mismunandi en við vorum hana 6 saman daginn í Laugardalslaug, tökum alltaf nýja laug sko, erum að prófa allar á höfuðborgarsvæðinu Mjög gott og síðan sáum við, þú veist, við vorum að tala bara eitthvað, ræða stóru málin og eitthvað, þú veist leysa alla heimsins vanda eitthvað, takk fyrir það já, verður græði, við gefum út manifesto frá þeim hérna, og síðan við hliðina á okkur sjáum við bara hliðstæður okkar, skilur við bara gæja, bara 70 gæja sem eru bara eflaust búin að vera að hittast geggjalengi, skilur við og voru líka að ræða stóru málin og leysa heimsins vanda það er snild maður það var mjög flott voru það að ræða sömu, njósnaður eitthvað voru það að ræða sömu stóru mál eða nei, ég náði ekki alveg nógu góðu njósni sko. En þetta var, mér sýndist svona inntak samtala okkar beggja hópana vera hérna slúður, daldið einhverju leiti en allavega hérna, síðasta fimmtudag já, þá náði ég bara svona hálftíma í sundi fór í sundhöllina í Reykjavík vá hvað það er fyndin laug klefinn er svo hræðileg nýting á plássi þetta er ótrúlegt ég hafði ekki farið hana lengi og ég hafði ekki pælt í síðustur í fór þetta var magna, ég var bara guðminn góður við getum komið svo mörgum fyrir henni en síðan að vísu kannski tekur laugin ekki það marga þannig að kannski þurfum við ekki að nýta plássið það vel þetta, eins og vorum að tala um þéttingastefnu ánum byrjum að taka upp, sundhöllin er ekki fórnarlamb nei, nákvæmlega, hún er alls ekki fórnarlamb þéttingastefnunar hvað gerði ég síðan já, síðan fór ég í söng eftir í söngnámi já, það er svona söngþjálfun Eik Haraldsdóttir legend frá Akureyri
hún að þjálfa kallinn upp í að verða aðeins skárri í að syngja. Ertu ekki örgur söngvari? Ég svona, fólk hefur haft sagt mig svona, út að ég er með svo bjarta rödd og það eitthvað svona, það getur verið gott, I guess, fyrir söngara. Ég myndi skjóta að væri góðu söngvari. Já, sko, takk, en hef bara svona, og ég get alveg haldið lægi og svona vil halda því fram að ég sé bara svona fínn, en síðan langaði mig bara svona að verða aðeins meira en við plani var að fara í svona söngskóla eftir menntaskóla en síðan bara svona gerði svo mikið að öðru að ég hafði ekki tími að þannig að það fínt að taka það át núna sko. Já, mjög gott, mjög gott. Og Eik frábær, hún svona framtíðar held ég svona framtíðar Kristína Stefáns típa svona, þú veist svona svo sem maður leitar til skilur bara fyrir heilögur ráð Já Ertu þarna nei, hvað ætlaði ég nú að segja? Ég man það ekki, skiptir ekki máli Nákvæmlega ekki trufla mig, ég frá vikunum minni Hvað gerði ég síðan? Já, síðan sko, síðustu 50 dagur faðir minn sagði eitt sinn þú ert aldrei þú ert sagði, já, þú ert aldrei með meira tímakaup en heldur þegar þú pælir í eigin fjármálum bang mjög gott. Ég held að það sé smá rétt með við síðasta 50 dag af því að eftir sönginn þá setti sér niður og bara svona einbeittur brotavilji fór að þú veist, ok, hvað ég að borga í tryggingar, hvaða mánaðarlegu svona subscriptions ég með svoleiðist og það svona tókaðist til þar og líka því að þú veist ég ekki verktaki, ég með fyrirtæki skilur en það samt svo óreglulegt skilur fyrir leikara, stundum fær maður eins og núna ég í sýningu, geggja í sumar, þá ég ekki í sýningu og kannski fyrir við aftur í gang næsta haust, kannski ekki, veit ekki þú veist, þetta getur verið svo óreglulegt þannig að það þurfti ég svona fara svona finna út úr fjárstreymis áætlun ársins Fjárstreymi, það er big boy stuff sko. Ég sko óskaði þess að ég væri finance bro af því að þeir eru svo mikið með þetta á lás allir vinir mínir sem voru með mér í Vestló eru svo klárir í svona staffi og bara vita actually hvað stýrivextir eru og vita hvaða áhrif það að X fyrirtæki seldi X hluta af fyrirtækinu sínu til X mun hafa á þjóðfélagi, skilur ég á ekki break sko, fyndið, ég var í mat hjá foreldrum mínum á sunnudaginn það sem ég var basically að segja við þau þeir eru aldrei á hærra tímakaupi eins og bara, ég var að vinna í Indó í rúmt ár og þar sko var rosalega svona allir þar voru rosalega rausnarlegir við hvern annan á þekkingu sinni þannig að þú veist ég lærði rosalega mikið á fjármál þá sko tek það fram að startpunkturinn minn var í mínus þannig að núna ég kannski bara á þeim stað sem að 32 ára gamall maður á að vera á skiluru og þá að mitt sagði sko þá var rekstrastjórinn búin að vinna í fjármálum lengi og ég held að eigi bara meira en á pening skilur hann var bara hann sat í skrifborðið sitt og síðan var hann bara eitthvað yes og ég spurði hvað og hann var eitthvað ég var að lækka tryggingana mínar svona mikið og ég var eitthvað ok áhugavert whatever og hann var eitthvað þetta tók mig 2 mínútur og bara eitthvað ég hef aldrei verið á hærra tímakaupi hann sendi bara post á alla og lækkaði tryggingana sínar einhverja 20.000 á ári og ég er búin að vera að gera þetta síðan og einmitt bara, ég tengi við þetta svona talum sko, þetta og þetta sigur í hvert sinn sem að lækkar tryggingarnar. Þetta ekki djóka algjörlega sko og líka þegar það var þetta algjör blessing in disguise það var daginn sem að Facebookið mitt breyttist allt yfir í hindi og eitthvað svona þetta slæmt skilur og voru eitthvað, ringdi í Arion Bók og voru eitthvað hæ, hérna einhver að kaupa eitthvað í gegnum Facebook skilur og já það eitthvað, kannast þú við að kaupa á Google One eitthvað nipp og bara logið kortinu og bara ladies and gentlemen, we got him af því að eftir að við lokuðum hérna kortinu þá breytist allt yfir í íslensku eftir fyndið maður nema, síðan ég smá farin að halda að þetta hafi mögulega bara verið tilviljun og allt breytist í hindi af því að ég bara víst í subscription hjá Google One
það er bara, það er svona storage í Google Já, Drive, já. skilur. Ég bara held að héti Google Drive, Já. þannig að ég held mögulega bara Facebooki mitt hafi verið að trippa að sjálfur sér eitthvað, ég veit það ekki, það var allavega var enginn sem keypti neitt eða reyndi að kaupa neitt. Vá, fyndið maður. En blessing in disguise að því ég lokaði kortinu, Já, þá út að ég fattaði sömu viku bara, já býtu, ég er ennþá í skiluru áskrift hjá NBA, skiluru NBA Pass, og þú veist, og ég horfi eiginlega bara playoffs í NBA, skilur, Já, keypti það fyrir já, playoffs já. síðast og þetta er svo mikið það sem ég kassa inn á, skilur, einmitt. kaupti fyrir playoffs og síðan gleymar og er Já. bara með NBA Pass bara í sumar og eitthvað, skilur, þegar deildin er ekki í gangi. Já, einmitt, þeir virka líka þá. Já, Motherfuckers. motherfuckers. En það var svona ógeðslega gott cleanse af því Já. að það voru öll þessi fyrirtæki sem eru svona hrækama af mér, að Já. svona sníkjudýrist af mér og svona, heyrðu, þú færði ekki lengur verið í ásvift hjá okkur og ég eitthvað, gott, ég vissi ekki að ég verið í ásvift hjá okkur. Það var geggjað, gott cleanse. Mæli með að loka fyrir kortið, sjá bara hvaða fyrirtæki byrja að vera pyrruð út í þig, Já, sko. já, einmitt. Það er gott, ég held að þessi geggja fjárhagsráð. Já, ég held það líka. Já, takk þetta til ykkar. Já, nefnilega. Og Örbjörg þið meði sponsa mig. Já, eftir það að finna einn, þá fór ég að skrifa, það er sko, þið sjáu það ekki, en á töflu hérna við hliðina á er svona allt sem maður þarf að gera til þess að sækja handritastyrk 2 í hérna kvikmyndasjóði Íslands. Það ekki? Manst þetta bara. Já, þetta er brennimert í hausum minn. Hérna, ég var að gera svoleiðis dót, hérna, að vísu var ekki ég sem skrifaði þarna, en það kannski segir til hvað hausinn minn er mikið inn í þessu, að ég sé hérna, já, logline, short synopsis, Var það fyrir sama verkefni þú ert að fara í núna á eftir? Eða eitthvað nei, annað? það er fyrir annað, ég er núna daldið á stað, það er svona margir boltar á lofti, en svona allir daldið á mismunandi stöðum, þannig að svona það er ekki ógeðslega mikið að gera hjá mér akkurat núna, þannig ég get farið að sinna því, skilur, ég get farið að koma kannski 2 verkefnum á stað og síðan kannski munuðu bæði verða einhverju eða hvorugt eða eitt, skilur, þannig að mjög mikið af svona grunnskrefum núna. Þetta er verkefni sem ég er að vinna með Vignita vinum mínum og er mjög skemmtilegt. Við erum, nú er það komið að stað, þá erum við svona dútlökur í öðru verkefni sem við byrjum á fyrir 3 árum, skilur, þetta er svo mikið eitthvað. Vá, props, sko. Ég vil alltaf vera típan sem er með geðið marga bolta í gangi. Já. Bara... Það er samt sko, það hljómar svo cool að vera með marga bolta á lofti, en síðan er þetta bara sko, eitt verkefni sem við gerum er verkefni sem að hann fekk á borð til sín fyrir nokkur mánuðum og það er alveg svona smá cool, hann fekk smá svona, getur þú skrifað fyrir okkur? Æ, svona, þú veist, það er ógeðslega cool sko. Já, ég hef einu sinni fengið það og síðan var ég rekin úr því verkefni. Það sökkar, hvað gerður þið? Mér og, sem sagt, ég var ráðinn inn að producent áður en að leikstjóri er orðinn attached og síðan sko ég held að ástæðan var bara svo að við náðum ekki saman, ég og leikstjórinn. Hann gaf ástæðu fyrir því sem að ég bara er ekki sammála. Damn. Ekkert eitthvað að ég hafi gert neitt að mér beint bara með vinnulag og ég bara er ekki sammála þeirri. Þetta var alveg spicy, sko. Shit. Ég sagði líka við hann á þessum fundi þar sem að ég var rekin þú ert að fara mjög óheiðarlega að þessu. Damn. Vá, þú getur skrifað seríu þetta. Já. En síðan var þessi verkefni axað hvort þið er. Hey, yay. Bara sigur fyrir mig. Það er svo gott. Já, ósigrar óvinna okkar. Já, sigrar okkar. Já. Já, þú heitir Vignita það? Já, ég heiti Vigni, þar voru að vinna verkefni. Já, ástæðan að ég er með marga bolta á lofti er til dæmis eins og eitt verkefni, það var cool, hann fekk hennar. Eitthvað til sín sem segi, þú ættir að skrifa, ok, hann fór að gera það. Hitt verkefni sem við vorum erum að vinna núna er, skilur, stuttmynd sem við ætluðum að gera fyrir 3 árum. Já. Þannig að það er element af líka, þetta er ekki bara við að vera ógeðslega duglegir, þetta er líka við að hafa verið ekki alveg nógu duglegir fyrir 3 árum. Já.
En já, ég fór að gera það Hvaða típa er Vigninda? Er hann leikstjóri, er hann leikari Heyrðu, eða bara pjúra handritsöfundur? hann er mér finnst að vera algjört allt múlíkt sko. Hann er búinn að vera síðan hann var í menntaskóla er hann búinn að vera bara svona að vinna á settum og bara alls konar mismunandi settum to the point að sko hann varð, ég veit ekki hvað það heitir en í til dæmis True Detective sem var stærsta kvikmyndaverkefni sem hefur verið gert á Íslandi og verður það í smá tíma í viðbót held ég skilur það var svo mikil velta þegar var öll serían tekinu upp á Íslandi en þú veist, I could be wrong kannski kemur, skilur eitthvað huge Game of Thrones 2 hingað, skilur I don't know en hann var sem sagt komin á þann stað í því verkefni að hann var gæinn sem sagði action, skilur það var einhver, hann þekki söguna betur, sorry, ég er ekki fara alveg rétt með þetta en þú veist, það var svona einhver fórfallaðist og boltinn þurfti ekki fara langt niður til þess að lenda á honum sem hann var bara, ok, Jodie action, skilur sem er sturlað, þannig hann er bara sko. hann er svo ógeðslega klár í því og hann líka höfundur er búinn að vera að skrifa og leikstjóri, þú veist, náttúrulega líklega besta sem að geta gert sem leikstjóri er að sinna öllum stöðunum á settinu sem hann er búinn að vera að gera í, þú veist 5-6 ár núna eða lengur sko. Ég fann það þegar að Vaffa SV gerði manna 2 þætti 23 eða 2 og fullveldis og síðan einhverja sketsa fyrir Rauðakrossin líka og við fengum sko Aron vinur minn sem ég sagði þér frá áðan hefur unnið mikið í leikmynd og setti og ég og Hákon varum að leikstýra og síðan fundum við, allavega ég ætla ekki að tala fyrir Hákon eitthvað, Aron veit miklu betur hvernig þetta á að vera gert af því að hann hefur unnið á mörgum settum og þú veist, allt fólkið sem að svona bara sminkan og kunni meira en við hvernig á að gera bíó í alvörunni einmitt akkurat þetta er svona eins og að vera bara partur af áhöfn eða eitthvað einmitt bara svona gæinn sem er búinn að vera lengst á sjó þótt hann sé kannski ekki, skilur, gerði ekki allt hann svona veit samt ógeðslega mikið einmitt gíska ég hef aldrei verið í áhöfn þetta er svo að vera í áhöfn ég held að við getum talað um þetta hetjur hafsins hvað gerði ég síðan ég fór síðan eftir að ég skrifaði með honum þá eftir að ég skrifaði með Vigni þá fór ég að halda pröfur upp í Dynamík sviðslistaskóla. Þú ert að kenna það? Ég er að kenna þar. Það er mér ógeðslega gaman og þar voru svona pröfur fyrir svona afrekshópana eða skilur þar sem að svona námskeiðin verða aðeins flóknari og feitari verkefni og svona ógeðslega gaman að halda pröfur, þú veist, þetta eru úlingar svona menntaskóla aldri kannski úlingadeild upp í menntaskóla aldur eitthvað og það var geggja gaman. Ertu að kenna bæði leik og ég sá það með handritanámskeiðar? Já, ég hef verið að vinna með svona smiðjur í skrifum langar mitt að fara að kenna meira skrif af því þessi krakkar eru svo ógeðslega klárir og ég hef verið að kenna leiklist í ansi langa tíma því ég var í Gaflararleikhúsinu í Hafnarfirði þá var það partur af svona það sem Gaflararleikhúsi gerði var að kenna líka hef verið að kenna ansi lengi miða við aldur skilur fullt af fólk sem við kent í 50 ár en krakka þú veist og hitt svo ógeðslega marga ógeðslega klára krakka sem geta gert bara hvað sem að hendur í þau en síðan er það oft eitthvað svona hörru, mér langar að skrifa leikrit og ég var svona, þú getur það þú veist, þú ert bara ekki þú veist, þau eru búin að fá sem eru tól til að vinna í leiklistinni og vita öll trikkin að þau fengi bara sko pingu lítið bara að prófa að skrifa 1 handrit þá myndum við fatta hvað þau eru klári í því líka og þá myndum við fá svo mikið af ógeðslega skemmtilegum sögum þetta eru svo skemmtilegi krakkar þannig að það er líka sko, þegar ég var í 8. eða 9. bekk þá var einhver frekar hún Sigga Birna heitir hún framsýn leiklistakennari í Hagaskóla sem að
bauð upp á eitthvað svona leikritun og námskeið Já. og það var bara sýnt í Hagaskóla og bara krakkar úr Geggjað. leiklistar námskeiðinu Einmitt. og þú veist, það gerði svo mikið fyrir bara sjálfstraust manns sem Já. höfund Einmitt. að sjá og síðan var hún að leikstýra og maður satt á æfingum sem höfundurinn og eitthvað bara Geggjað, maður, vá. ógeðslega svona, ég held að það hafi haft mikil áhrif á Einmitt. mína leið í lífinu. Ég held að geti nefnilega að gefa mér mikið, sko. Segðu mér eitt, sérðu hvort það standi start eða stopp recording á skjánum lengst til hægri? Lengst til hægri, það stendur stopp record. Ok, hjúk. Það styrst að fara yfir hennan langa 50 dag eftir. Ok, þú ferð, þú tekur pröfur í dýnamík Og kvöldið. og ertu þá að velja inn í hóp? Já, nei, ég var meira svona aðstóðar, þú veist, að Ok. skólastjórnendurnir voru svona dálítið að halda pröfunar en ég mætti af því að hluti af krökkunum munu enda í mínum hóp og þá verður svona að segja svona hverjir mér fannst vera svona tilbúnir í það verkefni og hverjir mér fannst svona vera kannski tilbúnir frekar í önnur verkefni og eitthvað bla. Þannig það var geggjað síðan fór ég minnur að hef gert eitthvað kvöldi síðan það sko, þú veist, við getum í kalendarinu mínu hérna alls konar dót en ég skrái ekki, þú veist, ef ég er að hitta eitthvað svoleiðis, skilur, þannig að já. og þegar ég treysti svona mikið á það fyrir, þú veist, að muna stöf þá manni ekki neitt, skilur, af frítímum mínum. Akkurat. Þetta er smá eins og sko, eins og ég var að tala með okkur Hófí og dagatalið og sko, nú er ég að baktala á Hófí hún man ekki neitt sem er ekki í dagatalinu. Já. Og þá er sko smá svona núningurinn, ekki núningur, þú veist, það sem að Það reynir mikið á, heyri. já, þetta við erum að skipta upp eignum okkar bara núna þá er sko það sem að hún segir, við erum með systemið er dagatalið, ef þú notar það bara þá er það ekkert vandamál, sem að efnislega er bara 100% rétt hjá henni. Rétt, já. Það sem ég segi sem er ránt Já. er, come on, ég var að segja þér þetta. Já, það sem bara, ég man þetta. Ég man þetta, ég er búin að segja þetta, af hverju manst þú þetta ekki bara, og ég veit, þú veist, þá er ég bara ætlast til þess að hún kunni sitt líf utan að og mitt í leiðinni. Já, einmitt. Ég veit að ég hef rangt fyrir mér, en ég ætla ekki að breyta þess. Gott. Síðan þegar þið hættir saman, þá verður það aftur sigur fyrir þig. Já, Bang. Eins og það á að vera. Lífið er keppni. Shit, ég get ekki muna hvað ég gerði síðasta fundag. Kvöldið og gerði ég örugglega eitthvað sniðugt. Ég var ekki að hitta bíómyndaklúbbin minn sem heitir Guess What Smell It Is þar sem við hittumst alla miðvikudaga og bökum bananabrauð og horfum á bíómynd. Vá, virt félagslíf, ég heyri það. Já, þetta er líka allt sömu gauranis. Gott. Þannig að þið hittist á miðvikudagskvöldi, baki bananabrauð, hitt síðan á 50. morgni. Nei, þetta er ekki alveg sem með gaurunir. Guess What Smell It Is er svona aðeins lokaðri hópur, sko. Ok. Og nafnið Guess What Smell It Is kom út frá brandara það sem að Brját, minn allar besti sem er í Guess What Smell It Is. Hrjóbardsson. Jú. Hérna, hann mætti inn, þetta er ég, Pétur Már og Brját, saman, hann mætti inn og eitthvað svona Guess What Smell It Is áður en að þetta hét Guess What Smell It Is og við svona þetta er eins og Guess What Time It Is nema Guess What Smell It Is af því að við erum að baka bannabrauð sem kemur svona góð lykt af og þetta var svo hræðilegu brandari að þetta varð bara þeng og núna er þetta ódöðlegur brandari þannig að í rauninni verða mjög góðu brandari. Já, bestu brandarunir eru þeir sem að enginn fílar. Nefnilega. Þeir eru undan sinni samtíð. Já, þeir nefnilega sumir eru það. Ég sagði daginn brandara sem var svo langt undan sinni samtíð en þegar einhver hlæri ekki brandarinu þá verður bara að passa að enforsa brandaran, bara algjörlega þvingan upp á fólkið. Ef að þú veist að þú hefur rétt fyrir þér og þetta er fyndið, þá skaltu fylgja því eftir og bara fyrirgeðu, ég var að segja fyndið brandar hlæði af því að ég tók það daginn ok, það var eitthvað hérna, já, veitu, ég var með barbecue heima og við vorum að gera svona s'mores, svona sykurpúða, svona samloku, skilur og það var lugkeksið
neglum því sko og síðan, og það er Lukex best fyrir s'mores, ekki að ég gera það oft en það er já, hana fólk að tengja við Lukexið, hana sem svona súkkulaði já, og síðan svona krakki með brauðkörfi framan á einhver svona franskur gaur og við prófum að setja sko Lu og hana hitt hana nammið, hana svona súkkulaði stykki og s'more hitt og Lu og eitthvað svona, hei krakkar Hitler Hitler ég skil ekki að það var ekki leið, mér finnst þetta solid brandari algjörlega sammála og ég svona, krakkar, Hitler og allir svona, já og ég svona og þú veist, fór í sjálfskoðuna bara nei, þetta var ógeðslega fyndið og tók bara, þau voru síðan bara svona já, allavega, hérna, hvernig gengur honum í hérna, já, er hann ennþá í skólanum geggja, og ég bara, krakkar Hitler og það í alvörunni kom svona já og fólk svona fór aðeins meira að hlæja og ég bara náði að bara resurrekta þennan brandara af því þegar brandarinn er fyndinn þá skaltu vera pirrandi með það ekki gefast, ef þú veist í hjartaðinu að það er fyndið, það skaltu skamma ég líka er svo ánægður með það sem þú sagðir ef að þú veist að þú hefur rétt fyrir þig af því að ég hugsa nákvæmlega sama og ég er alveg meðvitaður að ég er ekki alltaf fyndinn oftast er ég það en þú veist stundum segja ég brandari með nokkrum vinum mínum og þau hlægi ekki, ég reyndar ætti ekki að gera eins og þú þannig að endurtaka brandarann og pönsan ég segi bara, af hverju hlóðuð ekki já, en það er líka hvað var aðeins sem brandara eða þú veist, útskýriði fyrir mér af hverju ykkur fannst hann ekki fyndinn það er svo gott líka ekki í leitað svona hvernig get ég bætt brandara heldur bara getið útskýrt hvað er að ykkur já, einmitt, 100% og sko bæði Hófi og að þau krakkarnir í uppistandshópnum Vigdís Villu og Hákon hafa skammað mig fyrir þetta að ég hef verið með brandara í sýningu ekki fengið einasta hlátur og þetta er kannski þriðjungur af settinu mínu tekan á hverju einustu sýningu og þau eru eitthvað, Stefán, það hlær enginn þetta er aðeins að hægja á sýningunni og ég er eitthvað, já, en þetta er fyndið og fólk skal hlusta og Villi er eitthvað, Stefán, þetta er ekki einu svona brandari þetta er bara smá svona, af því að þú veist minn húmor er oft í svona smá deprimerandi kannski, hann er eitthvað, Stefán, þetta er ekki einu svona brandari, þetta er bara þunglindisleg pæling og ég eitthvað, nei þú hefur rátt fyrir þér einn daginn þá mun einhver hlæja og sú manneskja verður nýji besti vinur minn og ég hætti með ykkur það er svo, nei gaur, þetta er leiðin til að lifa lífinu af því að, já, þú veist maður verður að standa með sjálfu sér ég hef aldrei tekið sko alveg þetta sko alveg bara, ég er ofta að heyra þetta er ekki fárlátur og bara víst en bara I aspire to be like this sko en hérna það var í sýningunni sem færir okkur yfir á föstudaginn sem ég gerði á föstudaginn var að sýna hérna sýningu sem ég er með núna í Borgarleikhúsinu Tóm hamingja frábær sýning já, takk hérlega, það er ótrúlega gaman líka leik í henni hérna, það er sýning sem að hérna er á 2 sviðum og svona farsaskotin gamanleikur rosalega gaman að leiki ég hérna skrifaði hana líka á samt Óla og Ása sem eru að leika í sýningunni líka kaupið með á tix.is hérna þar vorum við að skrifa og ég skrifaði senu færeysku mafíuna fyrir það og ég eitthvað svona færeyska mafían djöðli það fyndin pæling og hún er svona mjög svona orðabrandaraleg skilurðu, þetta er svona kaffibrúsa kalla esk skilurðu pæling með hérna, þú veist það er komin nýr grjótarur undir heimakonungur í hérna í Færeyjum Hákon og Bollagötu en býtu, Hákon og Bollagötu hver var hinn? Já, Jákúb á Skipagötu gaur, hann var böstaður, þau fundu hvað hann átti heima hvar átti hann heima? Á Skipagötu og ég skrifaði þetta og ég var bara fannst ég svo fyndin og Ási og Óli báðu svona já, þetta er aðeins fyndið en síðan vorum við með dæmi af því við vorum 3 að skrifa saman og ef við vorum ekki saman brandara þá báðum við trial by combat og það var einfallega bara það að við höldum brandaranum inni þótt að handrið sjóru og langt og alltaf margir brandarar en sjáum hvaða brandarar fá hlátur og hverjir ekki af því að það er svo ógeðslega góð leið þú veist, þegar maður er að gera grínverk maður fær svo hreinskilið
hvað heitir það, feedback Já, já. endurgjöf já, I guess Viðbrögð bara. já, maður fær svo hreinskilin viðbröð af því að þegar maður er að gera dramasýningu þá gæti það verið að fólki leiðist það mikið að það er sofandi eða að þau eru það mikið að pæla í sýningunni að þau eru bara þú eru ekki að anda, skilur og maður er svona, maður er kannski alltaf 100% viss sem maður gerir það, en þegar maður gerir grínsýningu og jú, salir eru misfeimnir, skilur, og getur fengið sal bara þar sem að allir eru konur í sikur lægi og eru kannski meira hlægi inn í sér og aðrir salir þar sem er kannski 20 manna hópferð og fólk er miklu meira, skilur, þú eru miklu meira hlæja það er alveg þeng en maður fær samt sem áður þegar maður er að gera grín, ansi einmitt hreinskilin viðbröð og þess vegna er gott að taka bara trial by combat sjáum hvað brandari fær hlátur á samlestri æfingum, whatever þetta er geðveik hugmynd já, trial by algjörlega geðveik hugmynd og það þurfi ekki einhverju þrýri í einhverju herbyggja að vera eitthvað nei, þetta er ekki að fyndi það er það sem við vafa skerum við bara förum hvert í sitt horn og rífumst trial by combat, það er ekki á einhverju tilhörnakvöldi eða eitthvað já, þetta er málið nema hvað við mætum á fyrsta samlistur trial by combat og færi en það brandarinn kemur hana, þú veist, færiska mafían við svona lesum við það og bara ekkert what? og ég bara ok, æfing og við prófum æfingu ekkert að gerast þú veist, okkur finnst þetta ekki það fyndið og þarna þurfti ég sko að grafa djúpt þarna þurfti ég að segja bara og leiksturinn var að vísu sammála hún Björk sem leikstýrir í sýningunni glæsilega vel sagði sko oft eru brandarinnir sem manni finnst vera svona að áhorfendur eru klárari en þetta þeir oft eru að fá geggjan en og ég er einmitt líka sjálfur hana, ég er bara gæs, við verðum að halda hérna brandar ég lofa, þetta er svo fyndið bara víst, skilur við síðan fyrsta sýning hafkona bollagötu bara geggjaði og ég var svo glad ég vissi það þetta er mesta mótlæti sem ég fyndi á minni þannig að ég er svo gladur að sko sigrast það veistu líka áhugavert sko, eða sem þú sagðir mismunandi salir og allt það ég er mjög harður á sjálfan mig þegar ég er með uppistand já og alveg svona to a fault sko getur verið og sko Hófí og Vigdís segði þetta mjög oft við mig eftir sýningu bara eitthvað, já fólk var brosandi ég er eitthvað, mér er skít sama hvort að fólk var brosandi það á að vera hlæjandi þau hlóu í gær, þau hlóu í síðustu viku ég gerði eitthvað rámt núna þetta er svo erfitt sko þetta er erfitt, en einhvern veginn svona mér finnst gott að hafa þann standard á sér í gríni, af því að einmitt viðbröðin eru svo hreinskilin já, algjörlega og þú veist, þeir bestu Ari Eldjárn held ég að lendi ekki oft í brosandi sal sko geggjaði punktur mér finnst það svona sko tvíeggjað sverð af því að já, þú verður að vera með standard og þú skilur í gríni, þú verður að vera ógeðslega agaður eins til dæmis í sýningunni sem við erum að gera núna í öllum grínsýningum, það sem fyrir að gerast er að leikarar fá smá svona þau fara að þekki sýninguna þau fara að þóra að bæta brandara við og fara að sjá, heyrðu, þessi virkar geggjað og bæta kannski óna hann og þá fara sýningarna svona aðeins að lengjast þetta gerst bara í, held ég, öllum grínsýningum skilurðu en það þarf einmitt svo mikið aga að nei, ég má ekki lengja af því að við vorum búin að leggja þetta svona og við erum einmitt í því núna, við erum svona ok, já, auka brandari hér sem við gætum þurft að láta fjúka þótt að hann fái hlátur, skilur af því að það er svona, þá er hláturinn annars staðar að rýrna mögulega þannig þú þarft, eins og segir, geggjaðan aga til þess að vera góður í gríni og bara, heyrðu, hvað gerum við rangt þarna og þú veist, og við pælum ég pæli alveg svona sjúklað mikið í gríni, ég pæli, skilur þú veist, eins og það er setning í leikritinu sem er þú veist, pönsið er á matarvöru stundum langar mig bara í, þetta er hún Begga þetta er í mónolognum hennar Beggu sem hún gerir svo ógeðslega vel hún segir, þú veist hún segir stundum langar mig bara í insert matarvara og það byrjaði sem hakk fór síðan yfir í eitthvað bjúu og er núna Malakoff skilur og Malakoff við erum bara svona við erum að fine-tuna allt þannig þú þarft ógeðslega mikið aga og þarft að vera smá harður á sjálfa þig en aftur á móti kemur líka ef að þú
skammar þig alltaf þegar áhörðunum hlæja ekki, af því að ég trúi því, jú, þau hlæja og einmitt, Ari Eldjárn held ég lendir ekki oft í prósenti fólki, já, en ég trúi því samt að það er value þarna, þótt að fólk sé ekki öskurhlæðandi, skilurðu, það getur verið góð sýning og þú getur verið að standa þig vel Já. þó að viðbröðin séu mismunandi, eins og til dæmis einmitt, eins og ég tala hópferðir er algjör munur. já, þetta er alveg rétt Þetta er þegar ég fór með 50 gaurum í bíó og Barbie, já, heldur að við höfum verið bara skilurðu, að bara við dyrkum myndinum og vorum bara já, alltaf þegar eitthvað gerðist. Við höfum aldrei fundið hugrekki í það, skilurðu, bara einn eða tveir saman, já, skilurðu. einmitt. Þannig að það er fullt af svona sálfræði í þessu. Já, 100% sko. Og líka með Ara er sko forgjöf er risa dæmi í gríni. Þetta er mjög satt. Ég sá þetta bara í Eldum veðrið sem að ég skemmti mig bara mjög vel á og sá sko ég sá forgjöfuna svo greinilega. Eygló, frábær í sýningunni. Já. Hún þurfti, það var þyngri róðurinn fyrir hana Einmitt. af því að I kid you not, ég fór á frumsýningu, þetta var merkjað sko. Já. Frumsýning og svona smá einhver sena, skilur gói metru svið og síðan bara autt svið, Siggi Sigurjóns labbarinn og bara skilur allir í svolítið bara skilur ímynda forgjöfuna og náttúrulega ekki að segja þessi unfair, hann er búin að vinna sér inn þessi forgjöf og Ari líka og allir skilur, allir sem eru með forgjöf unnu sér hann inn með því að vera bara viðbjóðslega fyndin en þar sá ég smá svona svart á hvítu skilur, hvað forgjöf er öflugt dæmi. Þetta er ruglgóðu punktur. Seinfeld talar þetta líka. Já, hann talaði hann óskaði þess að ég gæti farið inn í herbyggið þar sem allir eru svona skemmtu mér, skilur og það núna er allir bara, oh my god, Seinfeld skilur. Já, magnað. Mér langar að segja Malakoff er svona 8 svona fyndnar en Hakk. Samanlega og það var líka sko við pældum mikið í þessu síðan að lokum fengum við aðsend skilur, ég var svona, hvað væri, ég var að tala við áhorfandi eftir sýningu svona, ég reyna að hugsa hvað væri fyndið á eitthvað, Malakoff og ég bara, rétt Mér líður eins að sko ég náttúrulega er í einhverju svona menningarlegum lippa elítu vinahóp ég þekki engan sem borðar Malakoff. Nei, einmitt. Og þú veist, það veit alltaf nákvæmlega hvað það er, maður sér það fyrir sér og maður er eitthvað. Algjörlega. Malakoff. Já, nefnilega. Hverjir borða Malakoff í dag? Þú veist, mér líður eins og þetta sé bara, eins og þetta sé kjötvara sem er búin til bara fyrir grunnskólamötuneyti. Já, í alvörunni, sko. Með grunnur að líka Malakoff. What a concept. What a concept. Geggjupæling. Herru, föstudagur. Föstudagurinn, hann fór aðalega í meira skrif, dót og síðan sýning kvöldið. Hvenær mætir þú út að fara? Þetta er samstarfsýning, þannig að þið eru að stilla upp, er það ekki propsi og... Jú, samstarfsýning, þannig að við mætum og einmitt, stillum upp propsi og leggjum dúk á gólf og bla bla bla. Þannig við erum að mæta svona, ég mæti ofta svona 5. Okay. En síðan er besti Chris á nýjastöðinni. Legend in the game. Oft er ég mættu sko 5 sem er 3 tímum fyrir sýningu og hann er búinn að gera allt. Í alvörunni? Já, eða svona, ekki allt, en skilur við bara eitthvað svona... The heavy lifting. Já, fullt af einhverju, þú veist, já, og ég er að mæta snemma til þess að hjálpa Chris. Já, akkurat. En hann er samt búinn. Þannig að hann er ótrúlegur. En við mætum þangað og einmitt ógeðslega þessi sýning, Tom Hamvika, er svo mikið höfundanir, eru svo miklir hálfvitar. Að því að það voru svo margir brandara skrifaðir inn sem þurfti bara, en við þurfum vöfflur í sýningunni til að vera með þennan brandara og við þurfum að vera með bjórdósir og til þess að þessi brandari virki þá þarf að vera eitthvað, 2 svið og allt þetta, þannig að við erum með 2 svið. Við erum með heitan pott, við erum með vatn. Við erum með... Fyrsta sem ég gerði þegar labbaðinn, ég byrjaði úti, kíkti í heita pottin, hann er bara fullur af vatni. Það er bara actually vatnana, Vatn út allt, síðan. Út allt, það er bara splash zone í sýningunni. Vöfflur sem við þurfum að baka, eða skilur fyrir hverja sýningu og í hverja sýningu og bjórdósir, við þurfum að skilur rífilla allan bjór, það er bjór út allt, skilur með rís, vorum með bretti af bjór á bakvið sem að
kaldi Kaldi, gerði fyrir okkur bara svona bretti af gosi Já, ég ætlaði skilurðu, einmitt nema að í spyrja. kaldadósum Já, legend sko og allt þetta sem er alveg svona vesen, þetta er svona props sem þú getur ekki bara rettað, þú ert að vera alltaf að búa til props og rífila sinnum 2, af því að við gerum sýninguna, hún er á 2 sviðum já, við leikum hlje, bæl saman, sjáast þetta hlje og þá bara baka fleiri vöflur nei, vöflur eru reynda tilbúinur undan en bara þú veist, rífið allan bjórin þrýf allt vatnið af gólfinu og þeir eru bara í þessu og við erum bara í þessu í hlje á meðan fólk er frammi Vá, og bara 20 mínútur af bara það er sko, maður hefur tíma til að mögulega fá sér vasklas, mögulega að pissa helst ekki pissa og bara halda áfram Ég gæti þetta ekki þetta og sko, uppistandur sko líkamlega allavega bara þú veist, það er ekki brota af því sem það er að leika held ég heilan farsa skilur þegar ég er með uppistand þá er það max þú veist, ég tek 40 mínútur max 40 mínútur hlje 20 mínútur, max 30 mínútur hléð er heilagt ég ger ekki neitt ég gæti þetta ekki sko. Þetta er, ég vanalega er þar sko en þetta er samt líka smánæs af því að maður er bara algjörlega locked in eða skilja, maður er bara í algjörri núvitund líka í sýningunni af því að sýningi gerist á 2 sviðum og það er sena í gangi úti og þú ert inni og þú heyrir kannski að senan úti er komin lengra heldur en þín sena þannig að þú ert að gefa í bara sem því þá bara ok, við gætum þurft að sleppa setningu hérna eða mögulega að þú heyrir öfugt bara heyrðu, þau eru komin styttra heldur við erum að klára senuna okkar við erum með nokkrar auka línur hérna sem að við svona tókum út í á æfingaferlinu sem við getum gefið ef að hérna þau eru ennþá lengur en stundum gerist það að maður er búið með auka línunar og gæinn sem á að koma inn og skilur eitthvað senda, þú veist, nýja senu í gang er ekki mættur inn þá bara er maður svo mikið bara alltaf í boltanum einmitt þannig að maður er svo algjörlega í núvitund allan tíman, þetta er svo gaman þetta er bara svona einstakt sem leikari að fá að upplifa þetta fenómenon, sko. Og það er líka sko grín heilin í mómentinu finnst mér að vera svo merkilegur ándjóks þegar ég lendi í einhverju svona þú veist lendi í að fá ekki hlátur á þú veist stað þar sem að ég bara verð að fá hlátur til að setja í gangi upp mér líður eins og ég hugsi bara eins og ég ná að fara í gegnum svona 1000 mismunandi brandara á sekundubróti og kem honum út skiluru og oft virkar hann ekki, oft virkar hann whatever en einhvern veginn svona það er svona eins og tíminn stöðvist í alvörunni sko þegar maður þarf að gera eitthvað þegar maður er í flæði sko þá getur maður lent í bara einhverju transi sko ég er svo algjörlega sammála og bara svona einmitt í þessari situationi þegar einhver er á leiðin inn og maður er að reyna að spinna stundum getur maður komið allt einu með bara eitthvað svona eitthvað fyndið skilur sem maður bara svona out of body experience þetta var ekki ég að segja orðin skilur einmitt þetta er svo gaman það er svo gaman að leika grín það er svo geggjað sko Heyrðu þið þarna sýnið það klukkan 8 sýningin er búin klukkan 11 halv 11 já hún er búin svona hálf 11 kortir í kannski við erum svona að reyna það fer náttúrulega eftir hlátri og svoleiðis skilur síðan er það reyndar annað þegar maður er í sýningunni, maður kannski er inni hliðin hún er kannski fullt af fólki sem mætti einstaklingar skilur og kannski er úti hliðin með 2 stórar hópferðir skilur og einmitt talandi skilur mismundi dýnamík og fólk misfeimið salnir skilur og þá mæti maður út eða veist, maður er kannski inni kemur með pönsið og svona og síðan mæti maður á hitsviðið og pöns og bara skilur og bara þá verður tímaskekkja í sýningunum líka en líka bara svona þú svona wow skilur færð 2 krát á sama tíma það er rosalegt það er bull þetta er svo gaman sko en já hérna við klárum klukkan 11-ish eða svona við leikarnir erum farin heim af því að við þurfum síðan að ganga frá eftir á já hvað er þetta langt Teirdón ég var mættur klukkan 5-ish og ég er farin svona ef ég latur þá er ég farin svona kortur í 12 en ég getur verið farin svona 11:30 okay. En síðan erum við líka að ganga frá propsinu og svoleiðis eftir sýningu
12:30 þá það og þetta sko, hér kemur vandamálið sem ég ætla að biðja að leysa fyrir mig, þótt að við spörum það fyrir lokin Já. en ég ætla að segja þér frá vandamálinu það að eftir sýningar þá verði ég að borða bara máltíð ég verð svo ógeðslega svangur og ég er bara stakkandi strákur í allar áttir þannig ég bara þarf mat eina sem er opið klukkan 11:30 er Dominos það er besti matur í heiminum að vísu en en 2 í viku þú veist, fösta laugardag það er aðeins svo mikið Einmitt, ég hlakka til að leysa þetta vandamál af því að ég á við sama vandamál að stríða Ó nei Ég tek það líka eitthvað vá hvað sýningin gekk vel, ég ætla að fagna með Dominos vá hvað mér gekk illa, ég þarf að jafna mig með Dominos Þannig að þú sækir þér pítsu þú ert ekki að fara að sofa fyrir en 1:30 eða hvað Já, líklega sko 2-3 af því að maður er daldið að koma sér niður maður er daldið tjúnaður það er þetta alveg visslega ég held síðasta föstudag sko fór ég heim og ég held að það verið síðasta föstudag fór ég í afmæli hjá vinnu mínum hjá Styr beint eftir sýningu þá er maður smá glataður á því að það er maður ógeðslega sveittur og maður er svona mættur en það var svona gaman og Styrsarinn hann kann að halda partí og þú veist, var með bara var Nínu og líka átó og eitthvað rosa gaman alvöru dæmi en maður er samt svo smá glataður á því af því að maður er smá svona miklaður og þreyttur og sveittur á laugardeginum hins vegar copy-paste í rauninni laugardagurinn sko, hann var þetta er þessi laugardagur maður sjá, hann var sko, þá var ég svona dálítið að vinna í svona to-do listunum mínum heima bara smá svona smá fjármála eitthvað bla bla smá að bara svona setja upp Airbnb eitthvað svoleiðis, þú veist, komið íbúðinu minni í Airbnb þetta fara á ferðalag mögulega eða bara sko, ég mun fara í eitthvað ferðalag en sér mögulega líka bara ef mér vantar eitthvað pening, bara hei, mamma, pabbi Sophie, nice. Þannig að þetta er náttúrulega að vera líka búin að gera það sko Þú voru að to-do listunum okkar í 3 ára og ég var svona klárat átti þannig dót á laugardegi og var með Liverpool-leikinn í svona horfa á hann með svona vinna svona Þú ert púlari mikill púlari sko og alveg svona það mikið að sko, nú vil ég halda því fram að ég sko, ég vil halda því fram að ég sem bara, þú veist, þegar Liverpool tapar að, þú skilur, ég tek svona skoðið maður, en ég er samt sem bara svona góður, ég er kannski svona smá pirraður, skilur, en svona ég er ekki að láta að hafa áhrif á líf mitt of mikið, er það sem ég hélt þar til ég fór að taka eftir í að ég fór út að ég fer vanlega í Hafnarfjörð heim til pappa að horfa á leikina með honum og þannig að Kolbrún, þú veist, unnusta mín er ekkert að fylgjast með, þú veist, það er ekki eins og hún sé heima og sér leikina, skilur og ég kem heim aftur eftir leik og Kolbrún bara, þú veist 2-0 eitthvað, hvernig veist þú? Hún farin að fylgjast með leikinum til að monitora hvernig mér líður oh my god og þá er ég bara svona, það hljómar eins og skilur eitthvað svona ofbeldismanna bara, hvernig verður hann þegar hann kemur heim þannig dót, skilur og ég var svona, ég held að ég væri ekki skilur að láta hafa áhrif á mig en síðan byrjaði hún að gera þetta og ég bara svona, guð minn góður en ég held hún sé að fylgjast með þessu meira bara því að ég verð dálítið leiður ef Liverpool tapar og verð bara leiður í sennilega, ég verð leiður restina af deginu svona, þú veist ekkert eitthvað svona hérna skilur en samt alveg svona, þú veist, þakið lækkar á mikinn svíkin og ég meina maður vill taka öðru svo móti makanum sínum ef að býstu þann verður leiður I guess þetta er allt rætt hvernig fór leikurinn, vann Liverpool vann 2-0 90. og 97. mínútu kom mörkin wow. Og Liverpool líka þannig skilur stundum tekið bara ef við skorum en það er eiginlega oftast bara þannig að ég bara svona verð bara svona genuinely leiður ef við töpum
og þegar við skorum mark á 90. mínútu þetta er þetta líka út að það er komin hana VAR, hana vídeodómgæslan, skilur þannig að maður getur skorað og fagnað og síðan 2 mínútur setna bara heyrðu það var rangstaða, skilur þannig að maður er dálítið brennt barn, skilur maður er ekkert endilega að fagna alltaf geggjum mikið það byrjaði að vera þannig að þegar við skorum, þú veist, að ég bara handskotin og sem bara 1-0 Liverpool og ég svona ok, skilur ég bara ég verð bara fegin, ég verð ekki glaður þetta er ekki fylgjast með fótbolta, þetta er umulegt shit, en þessir 11 karlmenn eru allir risapartur af lífi mínu þótt að þeir munu aldrei þekkja mig shit en já, laugardagurinn var bara ansi mikið copy-paste á föstudeginum, sko, bara svona tútú eitthvað skrif, svona mögulega en bara sjálfur þá líklega og síðan sýningin gekk bara solid annað með það er að stundum fara sýningar svona kemur ókyrrð í loftinu þá finnst mér mjög mikilvægt að við flugfreyjunar sýnum ró skilurðu, að út af maður fer stundum þá svona, shit, ég fekk ekki hlátur á honum fyrsta brandara sem fær vanlega svona mikið hlátur, en ég fekk svona mikið hlátur í dag að þá halda sínu striki finnst mér ógeðslega mikilvægt og það leiðu byrjar eitthvað svona, ok, rembast meira eða svona verða eins fyndnari þá þú veist, fara áhörndur svona skilurðu þetta er eilífðar prójekt hjá mér sko. Ándjóks og bara er það hjá öllum heldur, sko. Nema öllum sem eru með forgjöfuna heldur þeir eru bara með þetta fólk er svo klárt allavega eftir sýningu Dominos aftur mætti heim Kolbrún var að klára einhverja mynd, ég man ekki hvaða mynd hún var að kláraðum hana sko, þetta var einhver svona mynd þetta var alveg svona movie skilur, sem við vorum að horfa á cinema já, eitthvað absolute cinema sko. nema síðan döttu inn ég var svona, wow nei, hún var að klára Gilmore Girls hún var að loka þátturinn á Gilmore Girls þannig rísa hóla í hjartanu eftir á þú sumi þættir eru bara svona að klára og maður svona, já, heyrðu, fyrir maður að sofa sumi þættir eru svona það stórir að þú svona ert í sjónvarpinu situr í sjónvarpinu og svona það er bara að leita einhverju til að fylla átta seríur það var bara svona við fórum að skrolla og bara, heyrðu, Scooby-Doo hann er live action Scooby-Doo myndin bara svona, horfum að svona hvað var málum með þessa mynd íttum að play byrjaði á 50. mínútu Kolbrún hefði greinlega byrjað á og við klárum Scooby-Doo 1 þetta er svo fyndi stöf, oh my god ég hef hort á þessa mynd ég held svona 20 þegar ég var krakki horfði ég bara á hana aftur og það var svo mikið að dóti sem að fattaði ekki þá sem er að fatta núna mælur með bara sérstaklega ef þú horfður á hana þegar þú varst krakki algjörlega, af því að það er svo mikið að fyndi stöfi hana hvort sem það er sko viljandi fyndið eða ekki viljandi fyndið það er alveg svona healthy mix af báðu sko og síðan byrjuði á Scooby-Doo 2 shit, það var rosalegt maður mæli með báðum bara mæli með báðum ég ætla að taka þér já þú fyrir sent að sofa þetta er klukkan 2-3 já, 2-3, bara horfa Scooby-Doo til 3 já borða pítsu og horfa Scooby-Doo til 3 það er einhver barnadraumur að rætast þarna sko. Þannig að þú fyrir að sofa klukkan 3 hvenar vaknar þegar þú fyrir svona sent að sofa? Ertu fastur með, þú veist, ertu góður með að vakna alltaf á sama tíma eða? Sko, ég er alveg svona önugur ef ég næ ekki 8 tíma svefn, skilurðu. Ég líka. Þannig að ég þarf oftast að reyna það á sýningadögum vanlega vakna ég samt snemma. Þessum smá skrítið af því að maður vill vera út hvíldur en ég eitthvað neginn samt, ég vil ekki vera miklaður heldur. Á sunnudeginum átti ég bara alveg frídag þannig að þá svaf ég til bara eitthvað 12-1 og þá er ekki að koma sér aftur niður í jörna skilur fyrir vikuna sem er að fara að hefjast bara svona rútínuna. Hvernig er sunnudagsmaturinn? Herru, oftast eða sko annan hvert sunnudag hitti ég Dungeons and Dragons hópur minn þannig að virka félagslífið heldur þá það er eitthvað svona association að sko, við byrjum aldrei snemma þannig að oft hefur maður ekki tími að elda maður mæti bara með hambó
og ég er einhvern veginn, ég er bara svona komið með association, þegar ég fyrir Dungeons & Dragons þá fæ ég mér búlluna, það er bara svona eitthvað geggjað, dýrt sport gott sport þannig það var sunnudagsmaturinn þá, annars á sundum mun maður líklega fara í Hafnarfjörðu eða til Tengdó eða whatever og þá er það, þú veist, ofta eitthvað lambi eða eitthvað, einhver veisla sko. Feitt. Nefnilega. Klukkan hvað byrjaði Dungeons & Dragons óbyrðin? Fyrsta, við byrjuðum, síðan sunnudag byrjuðum við 7 Okay. Fyrir það þá byrjuðum við klukkan 6 ég held svona 7-6 er svona það sem við stefnum að því við spilum til 11 vanlega og maður þarf alveg langt session til þess að skilur til þess að sé eitthvað fútt í því Já, absolutt sko. Just, Ég er búinn að vera að reyna að byrja mín session klukkan sko, sunnudagur eru bestur eins mér reyna að byrja bara klukkan 4 ok, og þú veist, kannski borða beint eftir, kannski taka pásu einmitt og þá get ég bara, af því að ég er mjög kvöldsvæður sko. Ég vil helst fara að sofa milli 10 og 11 já, skilur og þá næ ég kannski einhverju svona náum við hófi kannski einhverju smá quality time líka fyrir svefnin einmitt. Við spilum saman líka sko, við erum saman í Candela Obscura hóp sem að Er það þú veist, er það 5e kerfið? Nei, það er sko það gerir Critical Role og Dimension 20 annar hvor þeirra bjóða til, ég man ekki hvor það var þetta er eitthvað svona með DS6 teiningum, investigation horror kerfi mjög skemmtilegt og hann Þorsteinn Sturla legend hann er að stýra og síðasta sunnudag vorum við að spila og spilum frá sko 4 til 11 bara non-stop fucking gaman sko. Shit, þetta getur verið svo gaman þetta breytti lífi mínu Já, gaur, í alvörunni, ég hugsa sko, þetta leið til þess að sjá hvort að eitthvað breytir lífiðinu er hvort það breytir YouTube-algoritmánuði Já hvort það gerði hjá mér maður shit, ég er háður Dungeons & Dragons eitthvað svona best feats to take for a warlock ég elska D&D ég er svona, þetta er bara og Pétur Már, Dungeon Masterinn minn er rosalegur Dungeon Master það er ekkert betur en góður Hefur þú eitthvað verið að stýra sjálfur eða? Nei, en ég er svona DM Curious Ég myndi segja ég er svona DM Curious plus ég hef stýrt nokkru sinnum ég finnst skemmtilegra að spila og ég myndi, þú veist, Stulli stýrir mest fyrir mig hann er framúrskarandi stjórnandi Aron vinur minn stýrir mikið fyrir mig framúrskarandi stjórnandi og sko ég er alltaf svo mikið í samanburunum sem er náttúrulega mjög óholt maður á ekki að vera að ég er ofta eitthvað svona það væri nú Aron væri að gera þetta betur núna Já, skilja, ég myndi Ok, þú spilar D&D, þú bara búlluna ferð heim klukkan 11 Já, nema þetta var haldið heimi á mér Þetta var haldið heimi á þér, ok Er þetta rótirandi eða? Já, smá rótirandi Ég veit ekki alveg hvar, við erum akkurat núna erum við ekki með eitthvað svona fastan stað sko. En þannig, ég veit ekki en maður er alltaf happy to halda sko. Þannig að bara, veistla ég held ég hafi ekki gert neitt meira á sunnudeginum fór ræktina, jú That's about it Ok Þá kemur mánudagur oftast Þá maður sjá meira skrif með Vigni mánudagur núna, já, það var 20. janúar þá átti Einar Baldvin Breymar Þórðarsson og Helga Brá Breymar Þórðardóttir mínir bestu vinir frá því ég var lítill afmæli, þau eru tvíburar og þau héldu rosalegt afmæli sko. Á mánudegi? Á mánudegi, þau áttu afmæli á mánudeginu þannig að ákvað að taka barnaafmæli eiga ekki börn sko, en eru börn og við tókum sko Egilshöllin duttum í Shaken Pizza vorum á við vorum að kempa móti Slóvenum eða eitthvað á handboltaleikinn tókum síðan Keilu duttum síðan í Nosferatu í bíó rosalegt line-up maður þetta var merkjað, ég held að yfir daginn var ég bara svona, það er ekki frásögu færandi sko, það var meiri skrif og ég horfði á upptöku af sýningunni á Tómri Hamingju til þess að svona aðeins sjá af því að það eru senur í gangi sem þú veist ekki af þannig að það er fullt af dóti sem ég vissi ekki að væri í sýningunni þannig ég var svona að checka á því og svona, já ok, eru brandarar þarna sem ég get callbackað sérna skilur og já, smá skrif og eitthvað svo leiðis en highlightið var kvöldið þarna sko, það var geggja gaman Hvernig varstu Nosferatu? Mér finnst það frábær Já, samanlega Ég er í hryllingsmyndafélagi
Já, sem hittist ekki afrækla og all hinn félögin mín ég man ekki hvað heitir hryllismyndafélagið Geirfinnur eða eitthvað hérna sem er ég og Einar og Starki Pétursson við tókum nokkra góða hittinga svona 2021 eða eitthvað svoleiðis við erum svona ekki alveg þetta er svona búið að vera smá lægð hjá okkur núna en þarna náðum við svona smá að endurvekja það sko Nosferatu, ég kunna að mynda við sitjum vanlega fremst til að finna bassakiluna sem best bara á hryllingsmyndum sko nema það eru sumir salir þar sem að fremst er of eða þú veist við vorum hérna skilurðu þannig að við gáumst upp á logum og færum okkur á fjórðabæk splæstum nefnilega geggjum mynd, ertu búin að sjá hana? Já, ég fór á hana með Hófi og Villa, ég fór í Luxusal í Álfabakka Luxus í Álfabakka, það er svona já, mjög mikið þannig sko það er bara svona fín sæti gósvélan var biluð þannig að maður þurfti að fara fram í sjoppu til að sækja gósið damn það var disappointing já, disappointing kall stikkið sko wow, og ég bauð Hófi þannig að 10.000 kall fyrir mig 10.000 kall fyrir eina bíó gaur, fuck líka í Álfabakka, því að Álfabakki þú veist, einmitt luxus, þetta er eins og að borða þú veist, hérna brauðstangir hjá pítsunni með hnífapörum já þetta er luxus en þetta er svona Álfabakki en nýji salurinn í Kringlunni hann er geðveikur, Ásberg þar er maður alveg svona, nice já, þar hverra krónu verið það mínum að já, nefnilega ok, Nosferatu alvöru movie, klukkan hvað ertu að klára hana? Klukkan hvað farið það? Svona miðnætti eða eitthvað svona sko. Eða hvort það hafi verið, já, cirka bát miðnætti, kannski aðeins seinna. Og var það þá bara heim í háttinn? Þá var það heim í háttinn, já, beint heim í háttinn. Þriðjudagur, maður sjá, þá var það læknir, ég var að tjekka með Kleisó í hársverðinum og ég var svona, ég er með eitthvað svona einhverja sýkingu og eitthvað við en síðan smá svona unsatisfying þegar maður mætti til læknir og svo hann eitthvað, það er ekkert að þér og eitthvað, jú víst hata að vera heilsuhraustur sko ég fer til læknis nefnilega, en hann var eitthvað svona settum í eitthvað good shit shampoo og eitthvað og þá þarf ég að fara að vinna með það að vera í sturtu í og svona, þú veist, vera með shampoo í 5 mínútur sem er röglega bara prime TikTok time sko TikTok í sturtu? Í sturtu, já, sannlega, hvað er að gera? Já, ég mitt Ég ætla ekki að vera einn með hugsunum Nei, guð Ég, sko þú veist, ég þvæ bara hárið mitt undir sturtunni með sjampóinu Ég læti aldrei vera í, maður gera það, almennt sko, allan með þetta sjampó Já, ok, þetta er að gera eitthvað sem ég fekk, það var eitthvað svona vera í 3 til 5 mínútur og sérstaklega hefur þú ert að byrja að vera með í 5 mínútur þannig að það þarf ég bara að standa Já, það var að TikTok time Sturtustóll Ég held sko að lífskeið okkar myndu batna svo ógeðslega mikið að myndu fá sér sturtustól Já, ert þú með sturtu klefa? Já, ertu að meina svona lokar Já, sko, það er bara að því að ég er í baði, þú veist, sturtan mín er í baði Já, ég skilji, nei, ég er með sturtu klefa sko. Ég er persónulega ekki sko, Kolbrún fílar að taka bað, ég fíla ekki að fara í bað en hérna, já, þannig ég er þakklátur fyrir klefan sko. Ég er algjör baðstrákur, Hófi langar í sturtu klefa ég fer helst í bað á hverjum degi Það Lúksusinn við að vera mikið frílansur Hefur tíma í það og leggst í bað og skrifa brandara Geðveik pæling, vinnur í baði Vinn í baði Churchill Já Shit Oh my god Og ég nefnilega sko, ég er mjög svona proficient á símanum mínum Já Ég, þú veist, skrifa mjög mikið, þú veist, ég skrifa heilu pislana í baði í símanum mínum er að bústa Facebook auglýsingar gera Excel shit í símanum, já Í baði Oh my god, það er rosalega Og þannig get ég réttlætt líka fyrir sjálfum mér og Hófi eitthvað Nei, ég var ekki bara að hanga í baði í 1,5 tíma Ég var að vinna Já, algjörlega Excel í símanum er crazy work Það er rosalega Þriðjudaginn, já fór í Moulin Rouge pröfu Það eru pröfu núna í gangi fyrir Moulin Rouge
Hvernig gekk? Það gekk vel, það var ógstlega gaman Nice. fá að dansa og eitthvað. Ég fór aðalega því ég hugsaði svona, mér langt svo út af í Kolbrún unnusta mín, fór hérna var eitthvað, heyri, hún ætlaði að skrá sig já, algjörlega, hún er bara hana no-brainer í þetta, hún, þú veist, kann að syngja, dansa og leika skilur, Triple threat. triple threat og bara algjörlega, hún væri fullkomin í Moulin Rouge. Ég hins vegar væri það ekki alveg Okay. en ég hugsaði, hei, það væri gaman að fara saman og dansa og eitthvað svoleiðis, Já. nema síðan var þetta svona þú varst að læra rútínuna áður en þú mætir í pröfunar og við vorum sett í hall og ég fór ekki í sama hall og Okay. þannig þetta var svona, ok, en ógeðslega gaman að læra dansin og mæta og dansa með fullt af skemmtilegu fólki. Já, er þetta ekki sexy dansar líka? Jú, alveg smá sexy og smá svona hérna, svona kvenlegir, sko. Já. Þannig hérna maður var alveg svona þurfti að vera í ákveðnum feeling, Já. en já, hérna vel, ég komst ekki áfram en Kolbrún komst áfram, þannig Til að hamingju, gaman, Kolbrún. gaman. Til hamingju Kolbrún og hún er einmitt að fara í pröfur í dag líka fyrir það, þannig að Hugsa til hennar. já, sendum góða streyma og nú þarf ég mitt bráðum að fara að hoppa að sækja Kolbrúnu upp á rúf og fara í skrifdót, Ó, guð. þannig ef við hoppum fljótt yfir miðvikudaginn, Já. þar fór ég þá var já, sem var gærdagurinn einmitt, þá tók ég svona túristatúr, ógeðslega akkurat hana sketsin í áramótasköpunu. Já, góða skets. Ég bara tengdi svo ógeðslega mikið, ég er að vinna í svona City Walk, Já, Reykjavík, já. skilur að segja túristum frá Hallgrímskirkju og eitthvað, ógeðslega næs gig bara með svona dóti, skilur, Já. ég get, þú veist, ef ég er að skrifa þá er þetta fullkomið í Já, rauninni, skilur, já, líka já. bara göngutúr eru Göngutúr, geggjaðir, sko, einmitt. þannig að fá borgað á meðan þú ert í göngutúr, I like it. Það eru glað. Hérna í gær þá ætlaði Guess What Smell It Is að hittast hérna og erum að taka Lord of the Rings núna en hérna forfallaðist þannig ég fór í Baldur's Gate, Dungeons and Dragons tölvuleikin, Já, eins og nice. heyri þá er bara allt líf mitt fantasíu-based Já, skilur. Lord of the Rings, Dungeons and Dragons, Baldur's Gate Ég er að spáði að kaupa PlayStation 5 bara fyrir Baldur's Gate, sko. hann er hverjar krónu veit Ok. ég elska hann, en það verður að vera alveg svona sko hann er 130 klukkutímar eitthvað svona bull, skilur. Já, maður þarf alveg að hafa Þú commitment þarft- í já, þetta. þú verður að vera Já. með alveg commitment og síðan erum við hér 50 dagur, enn á ný Vandamálið þitt. vandamáli mitt, mér langar að geta borðað eitthvað annað en alltaf Dominos eftir sýningar og það er Áttu- helst að vera stór máltíð. Áttu airfryer. Nei, Kauftu airfryer og kauftu eitthvað svona þetta hefur stundum eitthvað fyrir mig að kaupa svona brakandi kjúklingavængi bara frá hana Ok, sem já. eru svona tilbúnir í pakka ok í ofni, mjög ófullnægjandi í airfryer mjög góðir ok, það er smá skyndibita-feelingur tekur þig sko ég á snjall airfryer ok, þannig að ef þú kaupir svoleiðis frá Me til dæmis holy shit getur þú bara sett þá í airfryerinn þegar þú ferði í vinnuna sem nýtur þú bara play damn, gunnar heim eftir sýningu og kjúklingagunni tilbúð tilbúinir þeirri mæti já, bang, takk ekkert að þakka Heyrðu, þannig að þú þarft að fara að sækja Kolbrúnu herri, já, ég er að fara að gunna Heyrðu, bara takk fyrir komuna og na, Já. ég ætla að gera fleiri þætti na, gangiði vel takk hella